Byggingafræði svona, sérsvið, rauninni svona millistig á milli arkitekts og verkfræðings eða eitthvað svoleiðis. Og þeir eru sérfræðingar í rauninni svona byggingatæknilegum lausnum eins og til dæmis hvernig þú gengur frá glugganum í húsið eða hvernig þú loftar húsið eða svoleiðis hlutum á meðan og í hönnun húsa reyndar líka en ekki mikið í hönnun húsa eins og til dæmis arkitekt. Þetta svona arkitekt með aðeins meira vita á tæknilegum atriðum. Þú getur lært eini staðurinn á Íslandi sem við getum lært bara Háskólinn í Reykjavík og ég lærði byggingafræði þar en síðan er þetta að læra í Danmörku líka og Svíþjóð og bara út allan heim. Maður byrjar, þetta svona iðntengt nám þannig að þegar maður búinn með sveinspróf þá tek maður iðnfræðina fyrst og ég tók það með vinnu. Ég held ég hafi verið 2 ár með iðnfræðina og síðan fór ég í byggingafræði eftir það. Ég held að það hefði verið 1,5 ára viðbót eða eitthvað, þetta svona 3,5 ár eða eitthvað svoleiðis. Ég byrjaði að læra í Tækniskóla Íslands og fór svo út til Horsens í Danmörku. Já, klárlega. Fjölbreytt og skemmtilegt. Nei, þú getur alveg komist áfram á þess að vera sérstaklega góður í starfi. Þú þarft að hafa áhuga á að leita þér hjálpar og upplýsingar stærðfræði.